Hver tilgangur lífs þíns? Bir Khalid Yasin íslensk þýðing, Haukur Þorvarðarsson, Haukur Þór Þorvarðarsson, Ibn Abbas miðstöð í Reykjavík, Ibn Abbas Center Reykjavík, mail, com2. Formáli í nafni Guðs hins náðasama og miskunnsama. Þetta hefti þýðing á fyrirlestri sem bróðir okkar í Íslam, Khalid Yasin, hélt í Saudi Arabíu árið 1994. Þessi fyrirlestur í miklu uppáhaldi hjá mörgum múslímum og þeirra sem ekki eru trúaðir heim allan. Fyrirlesturinn grundvallarkenningar Íslam og getur yfirsýn yfir grundvallarsýn Íslam sem trúin á hinn eina sanna og allsmáttuga Guð. Það því mikil ánægja að geta komið þessum fyrirlestri á framfæri í bókformi og það okkar von að sá sem les fyrirlesturinn sjá skýrleika rökana sem framfærð og finni leiðbeiningu í þessum fyrirlestri. TMS Conveying the Islamic Message Society 3. Hver tilangur lífsins? Mínir kæru og virtu múslímsku bræður og gestir, eins og bróðir minn nefndi ykkur, ég hér í kvöld og heiðraður og hræður yfir því að hafa fengið möguleikan að tala þetta efni sem við ætlum að ræða hér í kvöld. Ég vil þess vegna benda á að þessi kvöldstund á ekki að túlkast sem fyrirlestur, þar sem ég ekki væddur til að fyrirlesa. Heldur vil ég að þið sjáu þetta meira sem góð ráð, til ykkar og mín sjálfs, vegna þess að ég get séð sjálfan mig sitja í þessum stólum hér fyrir framan mig. Bara fyrir nokkrum dögum síðan og aðeins fyrir nokkrum árum síðan og stuttri stund síðan var ég einmitt í ykkar sporum, ég var kristinn og ekki múslími, þjóðerni hefur hér enga merkinu. Ég var manneskja sem ekki var meðvituð og vissi ekki af tilvist Íslam, og við það tilfelli skildi ég ekki alveg meininguna með þessu lífi. Svo að með þessum sögðum myndi ég vilja byrja með að biðja ykkur að sjá þessa kvöldstund ekki sem fyrirlestur heldur sem góð ráð og ykkur til glöggvunar. Upplýsingarnar sem ég vill deila með ykkur getur virkað á ykkur sem mjög yfirgripsmiklar, en ef þið íhugi möguleika heilans í að vinna úr upplýsingum og það magn af upplýsingum 4, sem heilin hefur búið til að túlka og geyma, þá það öruggt að nokkra síður með upplýsingum sé ekki of mikið til að yfirbuga vinslu geta huga ykkar. Það ábyrgð mín að ræða efni kvöldsins sem hver meiningin með lífinu? Og hvað veistu Íslam? Það að segja hvað veistu í raun Íslam, ekki hvað þú hefur heyrt Íslam, ekki það sem þú hefur séð í gjörum fárra múslíma, heldur hvað veistu virkilega Íslam. Ég vill byrja með því að segja að þið öll berið með ykkur mikla ábyrgð og svo ábyrgð að hlusta af athygli með skilningsvit ykkar opin og með opnu hjarta. Í heim sem fullur af fordómum, þar sem maðurinn sér sína eigin menningu sem æðri yfir öllum öðrum menningum og menningarheimum, erfitt að finna fólk sem hefur möguleikan til að hugsa eftir á, og hugsa lífið og tilgang þess og að reyna að fá niðurstöðu sannleikan bak við þennan heim og merkingu tilveru okkar. Þegar maður spyr sjálfan sig spurningarinnar hver merking lífsins, sem grundleggjandi og eðlislæg spurning sem liggur í loftinu, þá segja flestir aðspurðir að þeir hafi ekki fundið ennþá svari við þessari spurningu þó að þessir aðilar hafi verið umstalsverðum 5 tíma í sjálfrannsóknir við að svara þessari stóru spurningu. Flestir þegar þeir spurðir að þessu að styðjast við skoðun einhvers annars í stað þess að í rauninni beita sjálfskoðun og finna svari við henni innra með sér. Sem dæmi segir faðir minn að meiningin með lífinu sé hvað presturinn í heimasókn minni segir meiningin með lífinu, hvað kennarinn minn segir meiningin með lífinu og það sem vinir mínir segja meiningin með lífinu og þar fram. Eftir götunum. Ef maður hins vegar spurður af hverju stundar þú atvinnu, þá svarar maður blátt áfram, jú það vegna það nauðsynlegt og það nauðsynlegt að sjá sjálfum sér fyrir farborða og að sjá fyrir þörfum fjölskyldunar. Ef ég spyr einhvern af hverju hann sefur, af hverju hann þvær sér, klæðir sig og svo framvegis, þá mun svari frá öllum vera á einn eða annan veg að það sé hluti af þörfum mannfólksins. Það væri hægt að spyrja svona spurninga með 100 líkra spurninga og fá sama svar frá hverjum sem á hvaða máli sem og hvað sem í heiminum, það það einfalt. Hér velti ég mér fyrir því hvernig það þegar maður setur fram spurninguna, hvað markmiðið og hlutverk lífs okkar? Að maður fær mismunandi svör við þeirri spurningu. Það vegna þess að fólk oft ráðvillt og veit oft ekki sitt sex. Rjúkandi ráð og þreifar fram fyrir sér í algeru myrkri og í stað þess að svara spurningunni heiðarlega og segja ég veit það ekki, þá leggur þetta fólk fram sem svar hvað sem aðrir hafa sagt þeim að segja eða því sem því hefur verið kennt. Hlutverk þessa heims eins einfalt eins og að borða, klæða sig, að útvega sér lífsnauðsynjar og hafa gaman af lífinu það vel varðveitt hlutverk. Af hverju fætumst við? Hvað takmarkið með tilveru okkar og hver viskan bak við alla sköpun mannfólksins og feiknalegra stærðar alheimsins? Íhugaðu þessa spurningu.
Margir halda því fram að það finnst ekki nokkurt guðdómlegur uppruni alls þessa og að það séu ekki til neinar sannanir fyrir tilveru Guðs og það eru til guðleysingar sem beita þessari röksemdafræði fyrir sér. Og þeir gefa til kynna kenningar að alheimurinn hafi komið kannski í gegnum stóran hvell, Big Bang, og að öll sólkerfi alheimsins höfðu við þann hvell verið samsett. Og þeir halda því fram að lífið hafi enga merkingu og það sé í rauninni ekki hægt að rökstyðjast eða byggja líf sitt á nokkurri sannari kenningu sem ekki sé hægt að afsanna og ekki sé hægt að sanna eða sanna á rökfræðilegan hátt að það sé til Guð, eða nokkuð guðdómlegt hlutverk sem liggi að baki undraverðar náttúru þessa heims. Hérna vill ég nefna nokkru vers úr Kóraninum sem taka upp þessar spurningar, Guð og herraveldi hans yfir himnunum og jörðinni og Guð er allmáttugur. Sannarlega, í sköpun himnanna og jarðarinnar og í ljósaskiptunum á milli nætur og dags eru sannarlega tákn til þess sem vill nota skilningsvit sín, þeir sem minnast Guð þegar þeir standa, þegar þeir sitja og þegar þeir liggja og hvíla sig, og sem, þegar þeir íhuga sköpun himins og jarðar og leggst á bæn með þessum orðum, Herra, þú hefur ekki skapað allt þetta í blindni. Þú endurspeglast í heiðarleika þínum. Þyrmdu oss frá refsingu eldsins. 3, 189, 190 og 2. Í þessum versi hefur Guð læsilega og skýrlega nefnt fyrir okkur að fyrst draga athygli okkar að sköpun okkar sjálfs, ólíka hegðun líkamanns og svo afstaða og viðhorf sem mannfólki ber með sér. Hann dregur athygli okkur að himnunum, skiptingunni milli nótt og dags, stjarnana, stjörnukerfana og svo framvegis, til að segja okkur að hann skapaði ekki allt þetta hugsunar og kærulausum tilgangi. 8. Mínir kæru og virtu bræður, við skulum spyrja okkur annarra spurningar. Þegar þið sjáu brú, byggingu eða faratæki, þá haldið þið leið að annarkvort manneskja eða fyrirtæki hafi smíðað, byggt og hannað viðkomandi hlut. Þegar þið sjáu flugvél, geimskip, gervitungl eða risavaxið skip, þá hugsið þið ykkur hve ótrúleg þessi faratæki eru. Þegar þið sjáuð kjarnorkuver, umsnúandi geimstöð, alþjóðlegan flugvöll eins og sá sem er til í þessu landi þá hljótið þið að vekja hrifningu og vekja aðdáun vegna verkfræðistarfseminnar sem liggur að baki hönnun. Byggingu og smíð þessara hluta. Eigi að síður eru þetta bara hlutir sem eru hannaðir af mannfólkinu. Svo að hvernig er það með líkamann og stórfenglega og fullkoma líkamsbygginguna sem stýrir kerfum líkamanns? Hugsaðum heilan, hvernig hugsanir verða til, hvernig heilin virkar, hvernig heilin greinir úr upplýsingum, hvernig heilin geymir og flokkar upplýsingar, hvernig heilin tekur á móti upplýsingum, hvernig heilin greinir og flokkar upplýsingar á þúsundar broti úr sekundu og gerir það án hvíldar og truflunar. En það er vegna heilans sem manneskjan hefur getað skapað faratækin, eldflaugarnar, skipin og svo framvegis. Hugsaðum heilan og það sem heilin getur framkvæmt, gert og komið í verk. 9. Hugsaðum hjartað sem dælir blóði án hvíldar í 60, 120 ár, sem sækir og tæmir blóð sem flæðir í gegnum líkamann og heldur þessari framkvæmd og ferli í gegnum lífskeið þitt. Hugsaðum þetta. Hugsaðum nýrun og það hlutverk sem nýrun hafa og það sem nýrun bera með sér. Nýrun sem hreinsandi verkfæri líkamanns sem gerir óteljandi efnafræðilegar sundurliðanir og leysir efnasamband blóðsins upp í einstaka efnisþætti. Og rannsakar jafnfremur þau eiturefni sem eru í blóðinu og gerir þetta sjálfkrafa án þess að þú þurfir að íhuga eða stjórna starfsemi þeirra meðvitað. Hugsaðum augun, manngerðu myndavélina sem aðlagar sig, skerpir, einbeitir sér, túlkar, greinir og framkallar liti, form og vítir að sjálfu sér. Hugsaðum það. Hver hefur skapað þetta? Er það manneskjan sjálf? Nei, að sjálfsögðu ekki. Hugsaðum alheiminn. Og íhugaðu eftirfarandi, jörðin er pláneta í sólkerfinu okkar og sólkerfi okkar er sólkerfi í vetrarbrautinni. Og vetrarbrautin er ein af stjörnukerfunum í alheiminum og það eru til milljónir af sólkerfum sem eru alveg 10. Eins og lík vetrarbrautinni. Að öll þessi sólkerfi eru í röð, þau eru öll nákvæmlega staðsett, vetrarbrautir rekast ekki á hvora aðra og vetrarbrautirnar ferðast á ákveðnum föstum brautum sem breytast ekki. Hefur manneskjan ákveðið þessa röð og þessa hringi sem vetrarbrautirnar ferðast á? Hefur mannfólkið einhvað komið nálægt hringrás vetrarbrautana þegar þær ferðast á brautum sínum? Og er það mannfólkið sem viðheldur þessari nákvæmni? Nei, að sjálfsögðu ekki. Hugsaðum dýrin sem eru mismunandi, bakteríunar, öll þau frumefni sem ekki er ennþá búið að uppgötva jafnvel meðfram hraðri framþróun hátækni og rannsóknaraðferða. Sem hafa aðeins snert yfirborðið á skilningi á undrum spilverki náttúrunar. Er þetta allt í kringum okkar komið af heppni? Og virkar allir þessi hlutir fullkomlega og af kostgefni aðeins með heppni? Og heldur lífið áfram að fjölga sér og viðhalda sjálfu sér og brauðfæða sér aðeins af heppni?
Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er óraunhæf og fáránleg trú að halda því fram að allt í kringum okkur sé af okkur sjálfum komið, því að þorri þess sem í kringum okkur fyrir utan getu og rúmtaks mannfólksins og gæti aldrei verið komið frá því, og þetta allir sannfærðir 11. Guð, skaparinn sem hefur vitneskju allt og hefur ábyrgð á því að móta og skapa og ber ábyrgð á sköpun sinni, sá eini sem á skilið að fá hrós og þakkir. Ef ég gef hver og einum af ykkur $100, án þess að hafa nokkura ástæðu til þess, myndu þið þá ekki að því minnsta þakka fyrir ykkur. Hvernig það á það augu þín, nýrun, heilan og líf þitt, andatakt, börn þín, hver hefur skapað allt þetta? Hefur hann ekki áunnið sér hrós þitt og þakkir? Hefur hann ekki áunnið sér það að vera tilbeiddur og viðurkendur? Bræður mínir og systur, þetta kjarni þess sem takmark okkar lífs. Guð allmáttugur og stórfenglegur og segir til okkar í Kóraninum: Ég hef skapað það ósýnilegar verur og mannfólkið aðeins til að dýrka. Meir Kóran 51, 56, svo að takmark lífs okkar að viðurkenna skapara okkar og vera þakklátt skaparanum, að í þakklæti okkar tilbiðja skapaðan, vísa skaparanum auðmýkt og undirgefni og hlýða þeim lögum, boðum og bönnum sem hann hefur sent mannfólkinu. Kjarni þessa tilbeiðsla og þetta kerfi sem við lifum í, að borða, drekka og klæða sig, vinna og lifa og að deyja bara hluti af orsök og verkan, en innst inni vitum við að við vorum sköpuð til að tilbiðja Guð. Þetta meining lífs okkar. 12. Hvað veist þú raunverulega Íslam? Leifum okkur að halda áfram að næsta hluta umræðisefni okkar. Sem hvað veist þú í rauninni Íslam? Ekki hvað þú hefur heyrt Íslam eða hvað þú hefur séð til dæmis með aðgerðum múslíma. Því að greinamun verður að gera á milli Íslam og múslíma. Íslam leiðaljós og réttarkerfi, og ef að múslími fylgir ekki þessu leiðaljósi og réttarkerfi, þá hann hún ekki góður múslími. Þannig að skilja verður Íslam frá múslímum. Við heyrum orðtökin Íslam og múslímar frekar oft og við lesum ekki oft Íslam og múslíma í bókum trúmál, tímaritum eða fréttum og svo framvegis. Það sem við heyrum oft mjög afvegaleiðandi, óréttlátur og mistúlkandi upplýsingar í gegnum fjölmiðla. Og ég verð að viðurkenna að mikið af þessum mistúlkandi og rangar upplýsingar koma frá múslímunum sjálfum. Þó að þetta sé staðreyndin, þá 7. hver maður múslími í heiminum í dag og fólksfjöldi heimsins 6 milljarðar og þar af milljarður múslímar. Þetta tölfræði sem hægt að sanna frá mörgum heimildum. 13. Hvernig kemur það til að 7. hver maður í heiminum sé múslími, að sá maður viti ekkert Íslam og veruleika Íslam? Ef ég myndi segja að 7. hver maður í heiminum væri Kínveri, sem staðreynd þar sem það til meira en milljarður af Kínverjum í heiminum. En Kínverjarnir allkunnir og geta svarað til landafræðileg, samfélagslegu, efnahagslegu, pólitíska, heimspekilega og sögulega þætti Kína og Kínverja án þess að hika. Hvernig stendur þá á að múslímar vita ekkert Íslam? Hvað það sem sameinar 29 þjóðir, sumir segja 37 þjóðir, hvað það sem sameinar þessar þjóðir undir einu sama einkenni? Hér bræður mínir frá Saudi-Arabíu, Pakistan, Indónesíu, Rússlandi og hvaðanæva úr heiminum, en hvað það sem gerir þessa menn að bræðrum mínum? Við úr mismunandi menningarheimum. Hvað þetta með Íslam sem gerir það að verkum að við finnum fyrir samkennd? Og hvað það sem sameinar okkur undir samar bræðralagi? Hvað rétta auðkennið af þessum misskilda lífstíl sem stór hluti mannfólksins fylgir? Að því gefnu þá mun ég reyna eftir bestamegni að lýsa þeim lífstíl í ljósi þeirra staðreynda sem ég nefndi fyrr. Það nauðsynlegt fyrir þann sem hlýðir á þetta 14. Að hlusta af opnum hug og með opnu hjarta, því að ef ég sný glasinu sem stendur á ræðustólnum hér fyrir framann mig það ekki lengur glas fullt af vatni, því að til að vera kalla fullt glas af vatni verður glasið að snúa rétt upp og sama með skoðun okkar að hún verður að vera byggð á yfirvegum grunni því annars mun hún aldrei vera byggð á rökum og traustum grunni heldur tilfinningum. Staðreyndir einar leiða ekki að skilningi, skilningur byggður á samsetningi af umburðarlyndi, metnaði og möguleikan að geta viðurkennt sannleikan þegar maður heyri sannleikan. Orðið Íslam þýðir undirgefni, afhendingu og hlýðni. Undirgefni, yfirgefningu og hlýðni til lagana sem Guð allmáttugur hefur ákveðið yfir okkur. Hægt að segja Allah, skaparinn, hinn hæsti, sá alvitri og svo framvegis. En það allt nöfn hans. Við segjum Allah þar sem orðið Allah á arabísku ekki hægt að nota til nokkurs hlut sem skapaður hefur. Verið, önnur orð sem við notum fyrir hann almáttugur notaða öðrum til að lýsa hlutum sem hafa verið skapaðir. En orðið Allah aðeins hægt að nota til að lýsa honum sem hefur skapað allt 15. Það sem ég hef talað
Og framvegis mun ég nota orðið Allah og þá vitið þið hvern ég tala um. Orðið Íslam kemur frá orðinu salama sem merkir að vera í frið og öryggi. Þess vegna er múslimi manneskja sem yfirgefur sjálfan sig og er undirgefin lögum Allah og með þessari undirgefni viðheldur sá einstaklingur frið og öryggi í sínu persónulega og opinbera lífi. Hægt er klárlega í gegnum þessa skilgreiningu eða hugtaki séð að arabíska orðið Íslam lýsir sama boðskap sem allir spámenn og sendiboð sem Allah hefur sendt áður niður. Allir þessir spámenn eins og Adam, Nóa, Abraham, Ísak, Ísamel, Jakob, Salómon, Móses, Jesús og Múhameð og fleiri má friður Allah og blessun vera yfir honum og öllum öðrum spámennum sem á undan honum komu. Öll þessi sendiboð og